Komið sæl. Nú voruð haldinn 29. fundur sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar í Þingey. Beðist er velvirðingar á töfunum sem urðu vegna tæknilegra örðugleika. Fundinn sitja Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson og Margrét Hólm Valsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu svið sem einnig ritar fundargerð. Gerir einhver athugasemd við boðun fundarins? Svo er ekki. Þá vil ég fara óska eftir því að eftirtöldum málum verði bætt inn á dagskrá með afbrigðum. Þau ykkar sem geta samþykkt að fundargerð 30. fundar íþrótta- og tómstunda menningarnefndar verði bætt á dagskrá með afbrigðum vinsældarskeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að fundargerð 35. fundar umhverfisnefndar verði bætt á dagskrá vinsældarskeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 4 sviðsstjóri fjölskyldusviðs verði bætt á dagskrá vinsældarskeiðmerki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 5 fjárhagsáætlun viðaukar verði sett á dagskrá vinsældarskeiðmerki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 10 markaðsstofa Norðurlands aðalfundur 2026 verði bætt á dagskrá með afbrigðum vinsældarskeiðmerki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 11 samband íslenskra sveitarfélaga, landsþing og landsþingsfulltrúar verði bætt á dagskrá með afbrigðum vinsældarskeiðmerki. Stendur ykkur vel, samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 12 Tjarnaskjól húsbúnaðarkaup verði bætt á dagskrá með afbrigðum vinsældarskeiðmerki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 13 fræðasetur forystufé minnisvarði Sauðinn Eitil verði bætt á dagskrá með afbrigðum vinsældarskeiðmerki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 14 Þingeyjarsveit samningar við ungmenna og íþrótta- og æskulýðsfélög verði bætt á dagskrá fundarins með afbrigðum vinsældarskeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá komið að fyrsta lið, en hann varðar fundargerð íþrótta- og tómstunda menningarnefndar frá 30. fundi sem var haldinn 12. maí síðastliðinn. Eyþór ætlar að kynna fundargerðina. Oddviti, sveitarstjórnar fólk. Já, 30. fundur íþrótta-, tómstunda og menningarmálanefndar Þingeyjarsveitar var haldinn í gær 12. maí klukkan 2. Fyrsta mál á dagskrá þar voru menningarverðlaun Þingeyjarsveitar þar sem að nefndin komst að niðurstöðu hver myndi hljóta verðlaunin og verða þau veitt 17. júní. Annað mál á dagskrá varðaði félagsmiðstöðvar Þingeyjarsveitar og nefndin fór yfir drög að drög sviðsstjóra verkefnastjóra umgjörð varðandi félagsmiðstöðvarstarf í Þingeyjarsveit. Nefndin fór yfir drögin og lagði til örlitla breytingar en leggur annars til að verkefnastjóri kynni innihald skjalsins fyrir hlutaðeigandi. Þriðja mál á dagskrá voru almenningssamgöngur sem sagt Þingeyjarsveit hlaut styrk til þess að koma á tómstundakstri í sveitarfélaginu. Í félagsmiðstöðvarstarf til að byrja með, verkefnastjóri æskulýðs, tómstunda og menningarmála hefur gert drög að strætóleiðum miðað við umræður á fundi ungmennaráðs. Nefndin fagnaði styrkveitingunni til aksturs í tómstundastörf og felur verkefnastjóra að vinna með málið áfram. Nefndin leggur til að akstur verði bæði til og frá félagsmiðstöðvarstarfi. Fjórða mál á dagskrá var fræðasetur forystufé, minnisvarði Sauðinn Eitil, óskum samstarf og styrk. Fræðasetur forystufé ætlar að heiðra minningu forystusauðsins Eitils með því að reisa honum minnisvarða. Óskað er eftir aðkomu Þingeyjarsveitar vegna verkefnisins. Og nefndin lýsti ánægju með verkefnið og beinir því til sveitarstjórnar að verða við beiðninni. 5. mál á dagskrá voru samningar við ungmenna, íþrótt- og æskulýðsfélög.
og nefndin leggur það til að það verði gengið frá þeim hluta samninganna við íþróttafélögin sem snúa að notkun á mannvirkjum sveitafélagsins. Nefndin leggur það til við sveitastjórn að vísa frekari samningagerð til nýrrar nefndar íþróttamála og nýrrar sveitastjórnar. 7. mál á dagskrá var opnunartími íþróttahús, en verkefnastjóri gaf þar yfirliti yfir nýtingu aukins opnunartíma í sundlaugin á Laugum í aprílmánuði og nefndin lýsti ánægju með nýtingu sundlaugarinnar og ræktar á lengdum opnunartíma. Fundi lauk 10 mínútur í 5 og ekki var fleira á dagskrá. Þakka þér fyrir þetta, Eyþór. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Liðir númer 4 og 6 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar eru sérliðir hér á eftir. Þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð vinsamlega skeiðmerki á öðru liti, takk. Staðfest. Næsti liður er fundargerð 35. fundar umhverfisnefndar frá 7. maí. Árni Pétur, fylgjum við hana. Oddviti, ágætu sveitastjórn fólk, umhverfisnefnd fundaði 7. maí. Mætti til fundarins voru Árni Pétur formaður, Sigrún Jónsdóttir, Guðrún Sigríður Tryggvadóttir, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir og Elísabet Sigurðardóttir. Starfsmenn fundarins voru Daði Lange og Brynja Dögg. Fyrsta mál á dagskrá var sorpútboð og þarna voru þau aðallega Brynja og Daði að færa okkur sannleik það hvernig gengur að undirbúa útboð og ég tel rétt að hrósa þeim báðum sérstaklega fyrir sína góðu vinnu í þessum málum. Þetta var í talsvert miklum ólestri þessi gögn sem að þarna útboðið átti að byggja á og þau eru sem sagt búin að fara og funda með forsvarsmönnum Terra og þau eru miklu betur núna í stakk búin til þess að klára gögnin og það er von okkar að þau geti kannski bara verið miklu leyti klár í haust, þannig að það verði hægt að fara í útboð bara strax í haust. Allavega eru þau búin að leggja fram mjög mikla og góða vinnu og gögnin eru bara orðin á nokkuð góðum stað. Mál númer 2, það kemur ég til samþykktar á eftir en það er rétt ég rúli bara yfir það. Er það ekki annars? Nei, bara ekkert rúlega. Það er ekki dags. Nei, það er ekki sér samþykkt. Nei, ok. Herðu, já, það var sem sagt erindi sem að frá félagi sumarhúsaeigandi í Lundi, hérna sorpmálam sem að kom til sveitafélagsins og sveitastjórn vísaði til umhverfisnefndar. Og þetta sem sagt fjallar í raun og veru það hver á að sjá tæmingu og kostnað af henni við sumarbústaðabyggðina og þetta er þetta svolítið flókið í sveitafélaginu okkar og eftir sammenning og allavega þá eru ekki sem sagt það er ekki sömu reglur sem að, kannski sömu reglur, það er ekki sömu aðferðafræði allstaðar. Þannig að þetta var í raun og veru bara gott og réttmænt erindi frá þeim og sem að umhverfisnefnd bókaði á þá leið að umhverfisnefnd þakkar erindið. Nefndin samþykkir jafnframt fyrir sitt leyti að sjá alfarið sorphirðu sumarbústaðabyggð Lundskógar að því gefnu sorphirðu gjöld standi undir þeim kostnaði. Nefndin vísaði því til starfsmannanefndarinnar og kostnaðargreina rætt verkefni og vísaði því áfram til sveitastjórnar til samþykktar. Jafnframt er bent á endurskoðun sorphirðu kerfinu er í gangi og setur nefndin því fyrirvara breyting á kerfinu árið 2027. Þar verður leitast við að samræma þjónustu við sumarbústaði sveitafélaginu eins og undir. Og það er náttúrulega í lögum þannig að okkur er skylt að sjá þessa sorphirðu en okkur er hins vegar bara skylt að sjá hana 3 mánuði á ári. En hins vegar að þá er ekkert óeðlilegt ef að sorphirðugjöldin standa undir kostnaðurum að sveitafélagið sjá þetta og þetta sé samræmt eins og kostur er í öllu sveitafélaginu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Árni Pétur. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Þá með leyfi vara oddvita þessu tengd, þá er mjög ánægjuleg sú athygli sem að sveitarfélagið er að fá vegna innleiðingar á moltuvélum. Erindir koma og fyrirspurnir hafa komið víða að varðandi það mál. Það þarfnast engir liðir afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig að þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð vinsamlega skefið merki. Hún er staðfest samhljóða. Næsta mál á dagskrá er rekstraryfirlit 2026 en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar rekstraryfirlit fyrir fyrstu 3 mánuði ársins.
Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er Addi Arnór fyrirgefðu, Arnór. Já, oddviti, það er ómulegt að láta fundin líða á þess að einhver annar en oddviti taki til máls. En mér finnst líka full ástæða til þess að vekja athygli á þessu rekstraryfirliti. Það sýnir sterka stöðu sveitarfélagsins og líka kannski ekki síst það sýnir að gæði áætlunarvinnu hjá sveitarfélaginu og þá sérstaklega starfsfólki sveitarfélagsins eru sífellt að aukast. Þannig að viðtakandi sveitarstjórn, hún hefur núna til þess að byrja með ársreikning sem er jákvæður mjög og líka rekstrariflit yfir fyrstu 3 mánuðina sem að sýnir sig að vera innan áætlunar í öllum megin atriðum og það ber að þakka. Þannig að ég myndi segja að þetta væri góð vinna og góður grunnur fyrir nýtt fólk að koma að og það ber að þakka starfsfólki sveitarfélagsins það. Nú síðast þegar ég kom í þessa pontu þá ræddi ég aðeins gamla heyið eftir Guðmund Sigurjónsson og ég hef aðeins áttað mig á því að fólk hefur misskilið það sem var að ræða þar. Það sem ég meinti með að vísa í gamla heyið var einfallega þetta. Fyrningarnar mega aldrei verða markmið í rekstri sveitarfélags frekar endur en sauðfjárbúa eða kúabúa. Það er sem sagt eðlilegt að hvert ákveðið hlutfall á uppskeru hvers árs fari í fyrningar. Það þótti góð búmennska að eiga góðar fyrningar. Gamla heyið fjallaði hins vegar mann sem var heltekinn af fyrningun og gat ekkert hann að hugsa og glemdi því sem er svo mikilvægt og mikilvægast í rekstri sveitafélaga og það er nýræktunin, það er nýsköpunin og ég var einfallega að vísa í þessa gömlu smásögu sem er að nota bene snilldarlega vel skrifuð að ég var bara að vísa í hann til að segja gleymum ekki nýræktinni sem í dag heitir nýsköpun. Hún er það sem mun leið okkur áfram. Takk. Takk fyrir þetta Arnór. Vil ég einhverju fleiri takk til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá liggur hér fyrir fundinum til að bókun sveitarstjórn lýsir ánægju með að rekstur aðalsjóðs er í flestum tilfellum vel innan fjárhags áætlunar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinslega skeimerki samþykkt samhljóða. Mál nr. 4 á dagskrá er sviðsstjóri fjölskyldusviðs en þann 17. apríl var starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs Þingeyjarsveitar auglýst til umsóknar með umsóknarfresti til og með 1. maí. 4 umsóknir bárust starfið, lagt var mat á framlögð umsóknargögn í samræmi við þær menntunar og hæfniskröfur sem settar voru fram í auglýsingu. Við matið var stuðst við fyrirfram skilgreind viðmið og vægi, mögnum ráðningar, sáum ráðningar ferlið. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, en fyrir fundinum liggur því tillaga bókun. Í framhaldi að þess að sveitarstjórn hefur kynnt sér öll gágn málsins er lögð fram eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykir að ráða Hjördísi S. Albertsdóttur í starf sviðsstjóra á fjölskyldusviðs Þingeyjarsveitar. Hjördís hefur gegnt starfi sviðsstjóra fjölskyldusviðs tímabundi frá hausti 2026 en hún var áður skólastjóri Reykjahlíðarskóla. Hjördís er með Bachelor Education, hvernig sem maður segir það, próf í grunnskólakennarafræðum en hefur jafnframt lagt stund á MLM nám í forystu og stjórnun við Háskólann á Bifröst. Hún hefur mikla kennslureynslu ásamt reynslu á stjórnun á hinum ýmsu sviðum skólasamfélagsins. Einnig var hún formaður félags grunnskólakennara á árunum 2018 til 2021. Sveitarstjórn býður Hjördísi velkomna til starfa fyrir Þingeyjarsveit. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeimerki. Hún er samþykkt samhljóða. Næsti liður nr. 5 varðar fjárhagsáætlun 2026 viðauka. Fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu viðauki nr. 3. Viðaukinn er í 5 liðum og er að upphæð 12,9 milljónir króna. Liður 1 færist á málaflokk 21 sameining sveitarfélaga og er vegna skjalafrágangs gömlu hreppana 1,5 milljónir króna.
Liður 2 færist á málaflokk 21 repsskrifstofa, skýring, verktakavinna sumaræsting Þingey 0,9 milljónir króna. Liður 3 færist á málaflokk 08 hreinlætismál, skýring, ný leið í lífrænu, innkaup á vélum 6 milljónir króna. Liður 4 færist á fjárfestingar, skýring, húsgagnakaup, nýr leikskóli í Tjarnaskjól 3 milljónir króna. Liður 5 færist á fjárfestingar, skýring, kaup á landsbyldu við Smáragrund 1,5 milljónir króna. Viðurkennir fjármagnaðar af handbæri fé. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Fyrir fundinum liggur því til að bókun sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi viðauka við fjárhagsáætlun 2026. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsæliskeið merki, það var samþykkt samhljóða. Liður nr. 6 varðar almannavarnanefnd fjöldahjálparstöðvar á Norðurlandi, en fyrir sveitarstjórn liggur framsend erindi Rauða krossins Eyjafjarðardeild varðandi fjöldahjálparstöðvar á Norðurlandi, þar sem því beint til sveitarfélaga á Norðurlandi eystra að taka til skoðunar og skráningar með formlegum hætti fjöldahjálparstöðvar í sínu umdæmi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Fyrir fundinum liggur til að bókun skilgreindar og skráðar fjöldahjálparstöðvar í Þingeyjarsveitur 3, Reykjahlíðarskóli, Stórutjarnaskóli og framhaldsskólinn á Laugum. Sveitarstjórn ávallt tilbúin til viðræðna við Rauða krossin ef betur má gera. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsæliskeið merki, það samþykkt samhljóða. Mál nr. 7 varðar ungmennaráð erindisbréf, en fyrir sveitarstjórn lögð drög að uppfærðu erindisbréfi ungmennaráðs samanber samþykkt sem gerð var á 4. fundi ungmennaráðs þann 24. apríl síðastliðinn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo fyrirgefðu, Jóna Björg. Já, takk oddviti. Ég vil byrja að þakka ungmennaráði fyrir þessa vinnu og raunar lít ég svo á að þarna koma fram það viðamiklu hugmyndir breytingar á starfsemi ungmennaráðs og ég held að væri eðlilegt að vísa þeim til nýrra sveitarstjórnar sem kemur væntanlega til með að endurskoða erindisbréf allra nefnda. En að sama skapi vil ég bara taka undir þessar tillögur sem ungmennaráði gerir það til dæmis að málin sé vísa til ungmennaráðs sem varði þau, því verði fylgt eftir. Ég vil líka taka undir, bara minnst þetta góð hugmynd hjá þeim að ungmennaráð eigi áheyrnarfulltrúa í fastanefndu sveitarfélagsins. En málið að ég tel að þetta séu atriði sem þetta geti þarnast aðeins útfærslu, bara hvernig verði framkvæmt. Þannig að ég allavega lýsi ánægju minni með þessi drög en ég vil að þetta fari í umfjöllun í nýrri sveitarstjórn og svo vil ég líka bara aftur lýsa ánægju minni með ungmennaþingi sem var haldið á Húsavík nýlega og það gekk mjög vel og þar áttu við mjög flotta fulltrúa. Þakka þér fyrir Jóna Björg og afsakið með yfirsást merki frá þér. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá liggur hér fyrir til að bókun. Sveitarstjórn samþykkir að vísa meðfylgjandi drögum til umfjöllunar í nýrri sveitarstjórn. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vísæliskeið merki. Samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar hesthús á Lautum en fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu lóðarleigu samningur við Kristján Snæbjörnsson vegna lóðarinnar F254223 sem lóðin Lautir, hesthús á Laugum ásamt kaupsamningi fasteignina Lautir, bandstrik hesthús, fastanúmer 254 2223. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Augnablik. Gerður. Já, takk oddviti. Aðeins til útskýringar að þá til að byrja með þá tel ég að númerin séu kannski ekki rétt sem að Knútur hafði fyrir fram að segja, það er ekki hans vandamál en þau verða leiðrétt. En aðeins til þess að útskýra tilurð þessa máls, það rekur sig allt til ásins 2000 þegar að gamli Reykdalahreppur gerði samning við Kristján Snæbjörnsson og föður hans leigu á gamlu fjárhúsi
hér í landi Lauta sem að þá var í eigu Reykdælarhrepps og er núna í eigu Þingeyjarsveitar. Og í samningnum er þess getið að leigutaka sé heimilt að fara í þær endurbætur á þessu gamla fjárhúsi sem honum bara þóknaðist, og að endurbæturnar yrðu hans, að hann myndi eignast þær endurbætur sem hann færi í, sem voru bæði innan hús og utan, og þetta gengur nú undir nafninu hesthús í Lautum en ekki fjárhús eins og það var upphaflega. Síðan mögulega 12-15 árum síðar óskar Kristján eftir því að fá hesthúsið keypt og lóðina. Það var gert munnlegt samkomulag við hann makaskipti á þeirri eign og lóðarspildu af eignarlóð sem var þá og er í eigu Norðurpóls EHF sem er í eigu Kristjáns og er hluti af lóð Smára verkstæðisins hér á Laugum. Þetta var samt gert munnlegt samkomulag á sínu tíma og síðan líður tíminn og það voru gerð landskipti inn á milli á einhver tíman á þessum tímabili til dagsins í dag sem urðu til þess í rauninni að það var ekki hægt að standa við þetta munnlega samkomulag sem að átti alltaf að vera búið að afgreiða. Þannig að við erum í rauninni að við erum búin að eða svo kallar eignahópur eða starfshópur eignastefnu átti fund með Kristjáni til þess að reyna að leiða þetta mál til lykta eftir allan þennan tíma. Og niðurstaðan er hér í dag og hún er sem sagt gengur út á það að sveitarfélagið afsalar sér hesthúsinu sem að var talið náttúrulega einskis virði þegar hann fékk það. Hann fær lóðarlegu samning hesthúsið og sveitarfélagið kaupir af honum þessa lóðarræmu fyrir ofan eða sem er hluti af lóð Smáraverkstæðisins vegna þess að sveitarfélagi getur ekki selt honum eða gert þessi makaskipti á lóðum. Og ég tel að þetta sé bara mjög góð lending, það virðast allir vera sáttir og gott að geta leitt til lykta svona gömul mál. Takk að þér fyrir þetta Gerður. Vill ykkar taka til máls þetta frekar? Svo er ekki. Þá liggur fyrir fundurinn til að bókun. Sveitarstjórn samþykkir sölu á hesthúsi í landi Lauta F25 42.223. Einnig samþykkir sveitarstjórn samhljóða lóðarlegu samning vegna lóðarinnar F254 22.23. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun við íslensk geðmerki. Samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar Smáragrund, kaup á landspildu sem tengist þessu sem hér var rætt undan, en fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu drög að samkomulagi milli Norðurpóls EHF og Þingeyjarsveitar að hlut til lóðar Smáragrundar F216 3817 verði afmarkað með merkjalýsingu og verði land í eigu Þingeyjarsveitar. Er að ræða lóð sem afmarkast af þjóðvegi í vestur, lóð Iðnbæjar í norðri og suður samkvæmt svokölluðum gamla Laugavegi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þau ykkar sem get sveitarstjórn samþykkir framlögu drög að samkomulagi. Verðum ekki að kaup á landspildu og felur. Þú var að skrifa með hraðar. Felur bingafulltrúa að ganga frá má maður segja pappírum. Að ganga frá skjölum þess efnis. Ok, við skulum ekki tefja þetta. Þau ykkar sem getur samþykkt þessa bókunum sem liggur geðmerki. Samþykkt samhljóða. Næsta mál er Markaðsstofa Norðurlands, aðalfundur 2026, en fyrir sveitarstjórn liggur aðalfundarboð frá Markaðsstofa Norðurlands. Fundurinn er haldinn þriðjudaginn 27. maí klukkan 11:30 til 12:30 á Hótel Akureyri. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Ragnhildur.
Já, oddviti, ég ætlaði nú bara að leggja til að starfandi framkvæmdastjóri Mjóastofu, Rakel Hinriksdóttir, fari með þar sem að hún er tengiliður, eða Mjóastofa er tengiliður sveitarfélagsins við Markastofuna, og þá fari hún á þennan fund fyrir hönd sveitarfélagsins. Vil einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá liggur hér fyrir fundinum til að bókun. Sveitarstjórn felur Rakel Hinriksdóttur, starfandi framkvæmdastjóra Mjóastofu, að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum. Þau ykkar sem geta samþykkt að vinsamlega skipið merki. Það er samþykkt samhljóða. Mál númer 11 er samband íslenskra sveitarfélaga, landsþing og landsþingsfulltrúar. En fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá sambandi íslenskra sveitarfélaga er varðar landsþing sambandsins og val fulltrúa til setu á landsþingi. Kjörbréf skal berast sambandinu í síðasta lagi 15. júlí næstkomandi. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Með leyfi var oddvita umræður í sveitarstjórn á þann veg að þetta væri það sem málið kem ekki til fyrir 15. júlí, þá væri rétt að vísa þessu til nýrar sveitarstjórnar. Og til að bókun hljómar því þannig: erindinu er vísað til nýrar sveitarstjórnar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunni sem skilja merki. Samþykkt samhljóða. Mál númer 12 varðar Tjarnarskjól húsbúnaðarkaup, en fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá deildarstjórum Tjarnarskjóls varðandi innkaup á húsbúnaði í nýjan leikskóla. Er að ræða kostnaðaráætlun upp á tæplega 3 milljónir króna. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá liggur hér fyrir til að bókun. Sveitarstjórn samþykkir kaup á húsgögnum fyrir alltaf 2,8 milljónir króna og felur sviðsstjóra umhverfis og framkvæmda sviðs að sjá kaupin. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skipið merki. Býtum við. Það er komin einhver galsi í sveitarstjórn á síðasta fundi. Er mér óhætt að halda áfram? Alltaf 3. Já, alltaf 3, já. Við ætlum ekki hleypa heimininu vitleysu. Þá lesi bókuninu aftur. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða kaup á húsgögnum fyrir alltaf 3 milljónir króna og felur sviðsstjóra umhverfis og framkvæmda sviðs að sjá kaupin. Þau sem geta samþykkt þessa bókunni sem skilja merki. Þá liggur fyrir næsta mál á fundi er fræðasetur forystufé, minnisvarði sauðinn Eitil, óskum samstarf og styrk. Á 30. fundi Íþrótta- og tómstunda menningarnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi minnisvarða sauðinn Eitil. En fræðasetur forystufé er undir forystu Daniels Hansen og þeir hyggjast reisa forystusauðnum Eitli minnisvarða, en sauðurinn var í eigu Fjallabensa. Og nefndin bókaði svo. Nefndin lýsir ánægði með verkefnið og beinir því til sveitarstjórnar að verða við beiðni Daniels. Orðið er laust þetta mál. Jóna Björg. Já, oddviti, Fjallabensi og sauðurinn Eitill eru þetta stórmerkilegar persónur og ég hef alltaf fagnað og mun fagna þessari viðleitni við að fanga á minningu, af því að nú á að reisa þennan minnisvarða á Graftrastað Eitils og ég held að það sé bara gott fyrir okkur að skoða með hvað hætti við getum tekið þátt, hver aðkoma sveitarfélagsins verður og það er svo kannski bara að skýrast aðeins betur og en alltaf eins og ég held að bara gott að halda þessu menningarlegum viðleitni til haga. Ég meina, sagan Aðventa er að verða nú bara ein okkar stærsta saga út í henni stóra heimi og engin annar en stórleikarinn Cillian Murphy var að lýsa því hvernig hann las hana og var heillaður og kannski verður það bara hann sjálfur sem mun leika Fjallabensa í einhverju kvikmynd í framtíðinni og þá er nú gott að eiga minnisvarð sauðinn en ég held að þetta sé bara frábært framtak og við höldum þessari sögu til haga og skoðum svo með hvað hætti það sveitarfélaginu fært að taka þátt í þessu. Takk þér fyrir þetta, Jóna Björg. Vil einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki og hér liggur því fyrir fundinum til að bókun.
Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og felur sviðsstjóra umhverfis og framkvæmda sviðs að kanna mögulega aðkomu sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefi merki, hún er samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá varðar samninga við ungmenna íþrótta- og æskulýðsfélög. Á 30. fundi íþrótta- og tómstunda menningarnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi samninga við ungmenna íþrótta- og æskulýðsfélög. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að gengið verði frá þeim hluta samningana við íþróttafélögin sem snúa að notkun á mannvirkjum sveitarfélagsins. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að vísa frekari samningagerð til nýrrar nefndar íþróttamála og sveitarstjórnar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, fyrir fundinum liggur því tillaga hér að bókun. Sveitarstjórn samþykir þann hluta samningana sem snýr að notkun mannvirkja sveitarfélagsins og felur verkefnastjóra íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsmála að útfæra þann hluta. Sveitarstjórn vísar frekari samningagerð til nýrrar nefndar og íþróttamála og sveitarstjórnar. Og nýrrar sveitarstjórnar kannski. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefi merki, samþykkt samhljóða. Mál nr. 15 varðar atvinnuveganefnd Alþingis, umsögnum 597. mál, jöfnun kostnaðar við dreifingu á raforku, en fyrir sveitarstjórn liggur umsögn samtaka sveitarfélaga á orkum svæðum 597. mál atvinnuveganefndar Alþingis tillögu til þingsályktunar jöfnun kostnaðar við dreifingu á raforku og jöfnunargjald. Frestur til að senda inn umsögn til og með 12. maí næstkomandi. Þetta er hér lagt fram til kynningar. Næsta mál varðar Vatnajökuls þjóðgarð, viðauka við stjórnunar- og verndaráætlun austur fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Ég finnst innilega afsökunar, Jóna Björg. Ég nú þá að taka til máls undir liðnum jöfnun kostnaðar við dreifingu á raforku. Já, takk Oddviti. Ég er ekki alveg búinn, sko. Nú, þetta, mér finnst bara rétt að vekja þess athygli á þessu máli og vekja jafnframt athygli á umsögn samtaka sveitarfélaga á köldusvæðum, af því að þrátt fyrir alla okkar orku og allan okkar hita þá erum við engu síður kalt svæði þar sem það er ekki hitaveita allstaðar og þetta er alveg gríðarlega mikið réttlætismál sem er þarna svona verið að stíga átt í að leiðrétta. Og bara með leyfi Oddvita að vitna í umsögn samtakana að með þessu frumvarpi stígi mikilvægt skref í átt að auknu jafnræði milli landsvæða og orkukostnaður er ekki eingöngu gjaldskrármál, þetta er byggða, atvinnu og jafnræðismál. Íbúar og fyrirtæki á köldum svæðum eiga ekki að bera hærri kostnað vegna búsetu eða staðsetningu þegar aðgangur að hagkvæminu húshitun er ekki til staðar með sama hættu og heitari svæði. Takk fyrir þetta, Jóna Björg. Því við erum bæði á köldum svæðum. Þetta er hér lagt fram til kynningar. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá vindum okkur í 16. lið fundarins. Vatnajökuls þjóðgarður, viðauki við stjórnunar- og verndaráætlun, austurafrétt Bordæla. En fyrir sveitarstjórn liggur umsagnarbeiðni frá Náttúruverndarstofnun varðar Vatnajökuls þjóðgarð og viðauka við stjórnunar- og verndaráætlun fyrir austurafrétt Bordæla. Umsagnarfrestur til og með 18. júní næstkomandi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Gerður, gjörðu svo vel. Takk Oddviti, ég vil bara vekja athygli á því að það þessi breyting verið kynnt á íbúafundi í Kiðagili í næstu viku, þetta sé 20. frekar en 21. Allavega að það auglýsing á heimasíðu sveitarfélagsins fyrir þá sem áhuga kunna hafa. Takk. Takk fyrir þetta, Gerður. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá liggur fyrir fundinum tillaga bókun. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við viðauka við stjórnunar- og verndaráætlun fyrir austurafrétt Bordæla. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefi merki, sem er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 17. mál á dagskrá, en það er Náttúrustofur stýrihópur framtíðar skipulag. En fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar erindi frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu stofnun stýrihóps framtíðar skipulag náttúrustofa. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þetta er hér lagt fram til kynningar.
Málnúmer 18 var það Gæðastjórnunarfélag Norðurlands aðalfundur 2026 en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar aðalfundarboð frá Gæðastjórnunarfélagi Norðurlands sem haldinn verður 50. 21. maí klukkan 12 á veitingastaðnum Greifanum á Akureyri. Fundurinn verður einnig sendur út á Teams. Vill ykkur taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þetta er hér lagt fram til kynningar. 20. liður er stjórn og Norðurorku fundargerðir en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 323. fundar stjórnar Norðurorku HF frá 5. maí síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þetta er lagt hér fram til kynningar. Liður nummer 21 er almannavarnar nefnd fundargerð vorfundar ásamt ársreikningi fyrir 2025 en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð vorfundar stjórnar almannavarnar nefndar í umdæmi lögreglunar á Norðurlandi eystra frá 5. maí síðastliðnum ásamt ársreikningi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Ekki öll í einu. Þetta er hér lagt fram, svo er ekki, þetta er hér lagt fram til kynningar. Málnúmer 22 var þar Brák íbúðarfélag aðalfund 2026 en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð aðalfundar Brákar íbúðarfélags 2000. Hvað sé þið? Já, fyrirgefðu. Nei, ég tók 19. Aðalfundur Norðurorku. Jú, en ég skal gera það aftur. Já, ok. Tökum hérna málnúmer 19 og förum svo að rannsökum vídeóið. Málnúmer 19 er Norðurorka HF aðalfundur 2026 en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð aðalfundar Norðurorku fyrir 2026. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, það er lagt hér fram til kynningar. Þetta er rétt hjá þér, ég glemdi hann. Við vorum búin með 20 var ekki, stjórn Norðurorku, við vorum búin með almannavarnarnefndina og það var síðasti liður 22. Brák íbúðarfélag aðalfundur 2026 en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð aðalfundar Brákar íbúðarfélags 2026 frá 28. apríl síðastliðnum lagt hér fram til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Jóna Björg. takk Oddviti. Nú, við lestur þessara fundagerðar vakti það athygli mína að það var lögð fram tillaga að sameina Brák og Bríet og ég vil lýsa ykkur ánægju minni með það, fyrir utan það að rekstur þessara félaga virðist ekki hafa verið mjög stöndugur þannig að það verið allt tækifæri til þess að reyna að efla þessi félögum með því að sameina þau og svo líka þannig að sveitarstjórnar fólk geti hægt að ruglast á Brák og Bríet. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, með leyfi varáðut, þegar ég tek heilsugar undir þetta með Brák og Bríet en vonandi sjáum við á komandi árum einhverja verulega góða og jákvæða þróun í þessum málum sem gagnast okkur. Þetta er hér lagt fram til kynningar. Þá er formlegri dagskrár lokið en Arnór Binnsson hefur óskað eftir að fá að taka til máls og ég ákveð að leyfa honum það því að hann ætlar að vera stuttorður. Já, Oddviti, bara til að ítrekka það, Knútur, að þó þú sért í kosningabaráttu þá gefur þér ekki leyfi til þess að ljúga. Ég lofaði aldrei að verða stuttorður. Og ég kann raunar ekki að vera stuttorður því að stopptækin á minni bilaður. Það vill svo til að þessi fundur er síðasti sveitarstjórnarfundur sem ég mun sitja sem sveitarstjórnarfulltrúi og vill það tækifæri finnst mér rétt að rifja upp að nú eru 18 ár liðin síðan ég settist í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar og mikið vatn runnið til sjávar síðan. Það er 18 ár liðin að undanskildum 4 mánuðum sem að helguðust af niðurstöður síðustu kosninga. Þá fékk ég aðeins orlof á þess að biðja það en það kendi mér enga síður það að í pólitík á engin neitt. Og fyrir þá sem nú er í kosningabaráttu er mjög hollt að rifja það upp. Nú, það fer ekki á milli mála að á svona löngum tíma hefur margt gerst. Það sem að svona stendur efst í mínum huga til að byrja með eru breytingarnar sem að
umgjörð sveitarstjórnarstarfsins hefur orðið fyrir á þessum tíma. Ríkisvaldi setur sífellt meiri og meiri kvaðir og verkefni á sveitarfélögin og yfirleitt á þess að fylgi því fjármagn, þannig að starf sveitarstjórnar fólks í dag ansi mikið flóknara heldur en það var 2008 og raunar finnst mér það svo flókið að mér finnst ekki saman að jafna að sitja í sveitarstjórn 2008 eða 2026. Þetta þróun sem að ég sé ekkert stoppa, af því að það greinilegt að ríkisvaldið viljandi að gera sveitarfélögum, sérstaklega minni sveitarfélögum, erfitt fyrir að halda úti fullgildri starfsemi með sífellt auknum kvöðum og verkefnum á sveitarfélögin. Og þetta viljandi gert, segi ég, til þess að knýja á sameiningu sveitarfélaga, af því að stjórnmálamenn á landsvísu hafa ekki kjark til þess að kveða upp úr það með hvaða hætti þeir vilja þessum málum sé fyrir komið, þessum 2 stjórnsýslustigum á Íslandi sé fyrir komið. Fyrir ekkert svo löngu spurði ágætur fyrrverandi starfsmaður sveitarfélagsins mig að því hvort að við ætlum ekki að fara að hætta þessum sameiningum. Hvenær þetta ætti að stoppa? Það ber að taka fram að þessi ágæti starfsmaður sem ber mikla virðingu fyrir, hann lýsti því líka yfir og hefur marglýsti yfir hann sé á móti breytingum. Hann spurði ætli ekki að fara að hætta þessu helvíti. Hvenær ætli að segja stopp? Og ég get ekki svarað því öðruvísi en svona. Þegar að ríkisvaldið ákveður hvaða form að vera utan sveitarstjórnarstigið til næstu 30-50 ára og gefur það út, þá kannski hægt að segja, já, nú stoppum við sameinum svona og svo stoppum við. Annars stoppar þetta ekkert. Það bara svoleiðis. Sveitarstjórnarfólk framtíðarna mun þurfa að fást við sameiningamáli eins og við. En nota bene, það sameiningar sem ég hef tengst á þessum árum hafa allar tengst vel og verið til bóta. Ég sannfærður það. En verkefnið heldur áfram. Okkur gert erfitt fyrir að starfa með framtíðarsýn vegna þess að ríkisvald alltaf að breyta stefnu sinni. Og það eiginlega bara óþólandi. En nóg með hérna hvort og hvern. Á þessum tíma höfum við líka þurft að taka ákvarðanir, sumar mjög erfiðar fyrir nærsamfélagið, og það fylgir líka því að vera í sveitarstjórn að stundum þarf fólk að taka ákvarðanir sem erfiðar og ekki allir skilja á því augnabliki sem þeir eru teknar. Og ég þar að vísa í skólamálin. Það var erfið ákvörðun, það var ekki ákvörðun sem var tekin af því að ég væri svo vondur maður, heldur var það bara ákvörðun sem var tekin vegna þess að sveitarstjórn þá áleit það vera rétt til framtíðar fyrir svæðið að fara í breytingar á skólamálum. Þessi áskorun mun birtast aftur. Það bara svoleiðis. Gerum okkur grein fyrir því að fyrir 150 árum þá byggum milli 2.000 og 3.000 manns á svæðinu sem nú þingasveit. Þá vísu brast á landflótti vegna mannfjölda. Það var hungursneyð. En það var bara svo. Það var milli 2.000 og 3.000 manns. Þannig að breytingarnar halda áfram og fólks fjöldi og samsetning íbúa mun sífellt breytast og þá þarf að bregðast við. Og það meira en að bregðast við, það þarf að reyna að sjá fram í tíman hvernig þessa breytinga muni verða til þess að vera tilbúin til að takast á við þær þegar að skella á. En ég ekki framboði og ég skal reyna að hlýða knútin, þannig að ég vil enda þetta á því að þakka. Þakka íbúum sveitarfélagsins fyrir að hafa gefið mér tækifæri til þess að koma að rekstri og mótun samfélagsmíns með svona sterkum hætti í 18 ár. Þakklæti til starfsfólks sveitarfélagana, ég verði að hafa það í fleirtölu, sveitarfélagana í gegnum árin sem hafa unnið frábært starf og allir eru að vinna frábært starf sem að því hafa komið, ég get ekki tekið neitt út undan. Vegna þess og munum það, þetta eru störf sem verður að vinna og það sko engin verðbólga í starfsmannafjölda sveitafélagsins. Þetta eru störf sem verður að vinna. Þó þetta sé ekki að yrkja jörðina eða pússa hús, þá þetta störf sem verður að vinna og við erum ekki með verðbólgu í starfsmannafjölda sveitafélagsins. Langt í frá. Flestir sem ég hef kynnst sem starfsfólk sveitafélagsins hafa verið að leggja fram vinnuframlag umfram laun og það ber að þakka.
Nú svo vil ég þakka því fólki sem hefur setið með mér í sveitarstjórnum sem eru fjölmargir öll þessi ár. Einlæglega fyrir góða samvinnu. Við höfum tekist á, við höfum tekist harkalega á, en við höfum samt alltaf geta haldið áfram að vinna saman af því að partur af lýðræðinu að takast á og vera ekki sammála. En við höfum unnið saman og við höfum borið gæfu til þess að ræða okkur til lausnar eða láta atkvæði ráð og úrslitum það hvernig mál hafa farið. Það er líka partur af lýðræðinu. Nú svo vil ég þakka ykkur sem hér í salnum kærlega fyrir samstarfið á þessu kjörtímabili sem hefur verið gefandi. Við höfum tekist á líka eins og undanfarin ár, en við höfum þó, og sérstaklega nú á endasprettinum, rætt okkur til lausnar á erfiðum málum og náð góðum samhljómi í sveitarstjórnina sem ég sannfærður að muni skila sér í bættu samfélagi til framtíðar. Íbúar Þingeyjarsveitar, kæra þakki fyrir mig. Þakka þér fyrir þetta, Arnór. Vil einhverju fleiri takk til máls í lok fundar? Oddviti, ég held að það færi vel á því að sveitarstjórn myndi bóka þakkir til Arnórs fyrir hans störf í þágu sveitarfélagana. Þó ég hafi ekki alltaf verið sammála honum og alltaf frá því að ég fekk kosningarétt fyrir frambúð á mót honum, þá held ég að það færi vel á því að við bókum þakkir til hans. Vil einhverju fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá með leiði varáðuta þá tek ég bara undir þakkir fyrir ónægilegt samstarf þó við höfum nú ekki starfað lengi saman. Það er eftir mikla slæjast ef að sækja fyrir ekki það, eftir mikla sækjast ef að næst akkurat þessi vinnu andi. Að því sögðu og engin annar réttur upp hönd, þá bara slítum við fundi klukkan. Ég fyrir ekki að ég þarf að lesa þessa fallega bókunni á, afsakið. Já. Þá leggjum við bara fram eftir hann í bókun. Sveitarstjórn þakkar Arnóri Benónissyni fyrir samstarfið á liðnum árum. 18 ára störfi. Og 18 ára. Sveitarstjórn þakkar Arnóri Benónissyni fyrir 18 ára störfi í þágu sveitarfélagsins. Erum við að lenda þessu? Eru þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun, þar að segja að Arnóri frá við sem ekki merkið það er samþykkt með öllum nema einu. Þá er fundi slitið klukkan 15:06.